Já, Brynjar, það klár hópur og þú ert með núna, ekki ágætt að vera með að við svekkt í fyrra? Jú, það mikill munur á tilfinningunum sem býr innra með manni eftir svoleiðis komast í hópinn, en fyrra var maður skilinn eftir og það hættu náttúrulega 3 reynsluboltar núna frá því í fyrra og ég sem betur fyrir fékk kallið. Svona við lítum aðeins yfir hópinn, hvernig líst þér á þetta? Bara mjög vel. Þetta er sterkur hópur, góðir vinir allir og það er svona góður andi í liðinu og ég held að við munum geta strítt allavega þessum liðum í riðlinum og vonandi náum við fyrsta öðru sæti og komum okkur á Eurobasket að ári. Sviss-leikurinn á miðvikudaginn líklega sá leikur sem hefði eitthvað mesta möguleika í þetta? Það eru 2 lykilleikir sem við byrjum á, það eru Sviss og Kýpur. Ég held að Belgía sé svona fyrirfram sterkasti lið í riðlinum en núna við miðum okkur við Sviss og Kýpur og það eru svona leikinu sem við vonumst til þess að vinna og taka þá. 3 leikir í undirbúning í röð erlendis, hvernig líst þér á þann ferðalag? Já, undirbúningur er ágætur svona, auðvitað hefði maður viljað kannski fá fleiri leiki, þetta voru svona 3 leikir á 3 dögum, það er alltaf erfitt að láta alla spila og fá sínu fram, þú vilt ekki sýna of mikið, þannig að þetta er svolítið erfitt svona að koma öllu inn, en við strákarnir erum búin að spila lengi saman og ég held að allir séu á sömu blaðsíðunni og verði klárir á miðvikudaginn.